Mikill snillingur hér að fara Johnny Logan, Hold Me Now. Við erum að tala Írland árið 1987. Við getum ekki spjallað saman kannski söngvakeppni sjónvarpsins eða sem sagt eingöngu heyrt í flytjendum. Það náttúrulega skemmtilegast líka að fá að heyra í einhverjum álitsgjafa. Og fyrir mitt leyti þegar ég að tala Eurovision eða söngvakeppnina þá langar mér alltaf að heyra einum ákveðnum aðila og það Reynir Þór Eggertsson og hann á línunni hjá mér. Sæll og blessaður. Hvað segirðu? Bara fínt. Það ekki? Jú, ljómandi bara. Já, gott að heyri þér. Já, bara hérna yfir heiðar og hérna við gegnum snjóskafla hérna í Breiðholtinu. Ég var að fara þessi yfir í dagina. Það svolítið fyndið sko þegar kemur snjór í höfuðborginni þá verður svona smá panikkástand. Sko það náttúrulega það sem líka þetta gerist svona 1-3 bara eftir þessa svakalega góðu tíð. Og það bara allt í einu byrjar að snjóa og sko það snjóa bara hérna í efri byggðum bara stöðugt nálast. Já. Og þá verður þetta svo mikli skaflar sko sem hérna bara allt í einu myndast og þeir eru bara víst að bara allt í einu að fara á morgun þannig að hérna þú veist ég held að fáinskil sem ég bara býð eftir óveðri. Já, það er að fara að rigna þannig að þetta bara Já, en þetta er svona eins og þetta ég meina og fólk alltaf pínu við búið sko það gerist og það náttúrulega ekkert óeðlilegt. En svo við hérna ég ætla að leið mér að segja landsbyggðinni vegna þess að hér ekkert endilega verið að moka neitt rosa mikið sko. Nei, það náttúrulega kannski líka bara fólk betur búið og það getur líka eins og þetta fyrir austan. Það getur labbað í vinnuna. Já, það hægt. Og það ekkert allir sem búa þannig á höfuðborgarsvæðinu að vinna sig í göngufjalla. Nei, það er alveg mikið rétt hér. Já. En við ætlum að spjalla saman söngvakeppni sjónvarpsins. Já. Og fyrir undankeppnina. Já, bara maður fann að hlakka mikið til. Mér finnst sjónvarpið hafa gert þetta vel núna, semst í skipulaginu var það að byrta bara lögin á íslensku og ensku bara 1, 2 og 3. Já. Og vera ekkert að vera svona með neitt felur ekki kringum þetta. Þú veist, vera að draga mann og eitthvað. Heldur bara allt út bara í einu. Þá fá bara allir jafnlangan tíma til þess að kynna sig og þó að keppna þessi 2 forkeppnir og svona sko. Að það, hérna, já, mér finnst það bara, mér líst vel á þetta og lögin, sko ég held ég hef aldrei verið svona eins hrifin að meðaltali af lögunum íslensku forkeppni. Já. Ég, hérna, já, ég hef nú yfirleitt fundið einhver lög sem ég hafa þótt bara leiðinlega eða lélega eða ekki nætt að hlusta á, sko, eða ekki tekið eftir. Já. En það ekkert svoleiðis í þessari keppni finnst mér. Mér finnst öll lögin bara frambærileg og mér finnst ekkert þannig að hérna, mér finnst þetta leiðilegt að senda það til útlanda. Þó að ég kannski búist ekki við miklum árangur frá þeim öllum, sko. En það er spurning sko hvar maður setur eitthvað svona persónlegt stolt, sko. En hvað finnst þér það að flytjendur þurfi í rauninni ennþá að semja lagið á íslensku og hafi svo tækifæri til þess að gefa út ensku útgáfuna líka í staðinn fyrir að geta bara valið? Ég finnst bara að þetta ætti að vera frelsi listamannana. Það er mín skoðun. Þó eins mikil stuðningsmaður íslenskunar og ég er, þá bara finnst mér það skipt og ég meina sko lög og hrynjandi og allt þetta er samið í kringum tungumál. Og það er bara þannig að íslenskan er ekki með sömu hrynjandi og enskan eða franska eða arabíska eða með þess að sænska. Nei, ég samanlega með íslenskuna. Og það stundum að það er oft erfitt að búa til íslenskan texta sem virkar saman við hrynjandinni, náttúrulega hrynjandi í laginu. Já. En ég samanlega með íslenskuna en einhvers síður þá erum við búin að fá að heyra það frá keppendum allavega þessa vikuna að það er enginn að fara að syngja á íslensku í úrslitum eða komast áfram. Nei, ég meina og það er náttúrulega bara þannig. Ég meina, sko, mér finnst bara að fólk eigi að hafa frelsi og það ég leikja bara ljóst fyrir. Mér finnst þetta er allavega sko spori rétt á með að leyfa okkur að hlusta á þau á ensku bara strax fór upp að við þurfum ekki að fara að ímynda okkur hvernig þau gæti hugsanlega verið. Við getum í raun og bara heyrt það. En maður er svona býðað samt eftir að RÚV taki þetta bara skrifið alveg 100% í áttina að því að þetta... Já, eins og þetta var 2009-2010. Já, nákvæmlega. Og ég meina árangurinn þá var bara þokkalega held ég, þau ár. Já, algjörlega.
En ekki alveg búið að ganga eins vel fyrir okkur síðustu ár, en hvað finnst þér lögin sem í fyrriundakeppninni núna? Sko, mér finnst þau fín. Ég held reyndar sko að lögin 2 sem fara í einvíið, þau eru seinna kvöldið. Ok. Held ég. Já. En ég hef oft rátt fyrir mér og alveg tilbúin til að hafa það enn einu sinni. Já, það eru 4 lög svona í mínum huga að berjast að komast áfram. Sem sagt núna? Já, það er sem sagt, þau sem ég held að sé nokkuð örugg áfram, það er Nótt eða Tonight með Aroni Hannesi. Ég held að það sé nokkuð öruggt áfram. Síðan eru þarna 3 lög sem eru svona, já, svona fyrirfram hefði ég búist við því að Pampara með henni Hildi kemst áfram og heim til þín geta komið með Júlíu Heiðari og henni Þórdísi Birnu. En ég held að hún Erna Mist og skuggamyndin hennar eigi eftir að koma sterk inn og íta öðru hver þessara laga út. Já, heldur að þó að fólk sé búið að mynda sér skoðun núna að það geti breyst við það að sjá bara keppnina á laugardaginn og sviðsframkomu og annað? Auðvitað. Ég held að langfæstir sé búin að taka endanlega ákvörðuna því að það skiptir bara svo miklu máli að sjá hvað fólk búið að leggja í atriðið sig. Nákvæmlega. Þau eru svo sem öll búin að tala um það held ég að þetta er náttúrulega óendanleg vinna á bakvið þetta. Já, ég meina að þú mætir ekkert bara á svið sko bara í einhverjum gallabóðsum og bóð sem það finnur upp í hillu og og rétt heitar upp korteri fyrir flutt í dag. Nei, það er ekki hægt. Nei, ég meina það sést að skín langa leiðir. Ég meina það getur vel verið að allir virki þannig en ég held að það sé í fæstum tilhugum raunveruleikin sko. Já. Það er hægt að vera mjög vel undirbúin og afslappaður sko. En það verður gaman að sjá hvernig þetta fer og þú ert svolítið sammála kannski svona þeim sem aðhyllast Eurovision og eru að ræða þetta svolítið svona á sína milliðin á Facebook. Já, ég held að sé nokkuð svona skýra línu hvað svona meiri hluti þeirra sem er að grúska í keppninni sko, að það aðdáendur og svona, þeir hafa náttúrulega kannski svona líkari smekk heldur kannski svona breiður almenningur. Já. En þannig að maður veit heldur aldrei. Það bara, mér finnst hvorugt kynnara lagana, með hann Rúnari eða með þeim Arnari og Rakel. Mér finnst hvorugt svona fyrirfram líklegt til þess að blanda sér í baráttuna en eins og það bara hvort þetta er mjög frambærileg atrið og ég hlakka bara til þess að heyra þessi 6 lög. Já, ég hef lent í því að hafa sem sagt hlustað á lag og jú, þetta er svona allt í lagi og svo hef ég séð á sviði og bara hvað þetta var flott. Já, og eiginlega aftur og dögut. Ég man til dæmis eftir bara með henni nú kannski taka eldgamalt dæmi en hún Kiara vinkona frá Möltu 98. Já. Að sko, mér fannst lagið og myndbandið hlægilegt og mér fannst það bara ógeðslega væmið og ömurlegt. Síðan mætur hann á sviðið með bara 3 kerti og og blikka mig og ég bara bráðna. Já, einfaldleikin, hann getur líka verið góður. Já, en þetta er undirbúin einfaldleiki. Þetta er allt útpældur einfaldleiki. Og það er það sem skiptir máli. Hvort sem ætlar að hafa atriðið hlaðið eða einfalt, að það sé útpælt og vitir hvað þú ert að gera. Akkurat. En svona hvað var það aðalkeppnina einmitt að þá eru kannski margir farnir að anda örlítið rólega við því að það er nú aðeins byrja að redda málum þarna úti eða ytra? Já, er eitthvað farið að smíða svið eða Já, við erum að tala kannski bara stjórnunar teymið. Ég trúi því þú veist á sunnudeginum eftir keppna hún hafi farið fram. Hvað segirðu? Ég trúi því sunnudaginn 14. maí að hún hafi farið fram í kennunar. Já, þú meinar, já. Allavega, svíjarnir eru dottnir hérna inn í þetta, þannig að það er þetta andaður litið léttana. Kristi Björkmann, hann er búin að taka þetta að sér, svíin, sem að sér sænsku keppnina. Þá getum við nú, ég var ekki búin að heyra það. Já, það kom fram í gær. En það verður gaman að fá að heyra yfir aftur í næstu viku Reynir og sjáum hvað setur með laugardaginn.
Nákvæmlega. Sendum bara 20 og alla. Og ég segi bara vonaði gangi allir sem best og bara góða skemmtun. Algjörlega, sammálaðir. Það er frábært. Heyrjumst í næstu viku. Já. Takk fyrir þetta. Bye. Já, bless.